Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Hvað hönnun og hvað ekki hönnun? Það eru stóru spurningarnar sem við ætlum að reyna að svara í þessum þætti og við ætlum að leita svara hjá hönnuðunum sjálfum. Við ætlum að byrja fyrir austan þar sem við hittum hana Maríu Lenu sem hannar sína eigin fatalínu. María Lena Heiðarsdóttir Olsen, einkaþjálfari á Egilsstöðum, hannar og framleiðir sinni eigin íþróttafatalínu undir nafninu M-Fitness. Þó svo að María Lena sé ungað árum hefur draumurinn blundað í henni lengi. Þegar ég var lítil þá var bara átti hugum minn algjörlega íþróttir. Ég var rosalega mikið í íþróttum bara frá því ég man eftir mér og ég held að bara þar byrjaði þetta í rauninni. Ég var mikið í íþróttum, ég æfði held ég allar íþróttir sem hægt var að æfa hérna og já, ætli ég segi ekki að þetta byrjaði svona fyrir alvöru 2011 þegar ég keppti í minni fyrstu fitnesskeppni. Áhuginn kviknar rosalega að sjá þessar stóru, flottu bara konur og mömmur í svona rosalega góðu formi og ég var bara, heyrðu, svona langar mig að vera mamma og bara í góðu formi og vera góða fyrirmynd einmitt fyrir yngri kynslóðina. Árið 2014 keppti María Lena í Los Angeles þar sem hún hafnaði í 3. sæti. Sko, árið 2013 áður en ég keppi á mótinu úti, þá er ég stúdent bara og var ekkert viss hvað mig langaði að gera og sem barn var alltaf verið að spyrja mig já, hvað ætlar að vera þú er stór og ég alltaf bara var aldrei viss. En ég vissi bara að mig langaði að hjálpa fólki, það var það sem ég áhuga á. Ég hafði áhuga á íþróttum og ég hafði rosalega svona mikla sköpunarþörf einhvern veginn. Mér fannst ótrúlega gaman, allt svona tengt innanhúsarkitekt og svona. Það hafði mér svona auga fyrir svona ýmislega tengt hönnun. Þannig í rauninni bara eiginlega kvikna áhuginn á þessu öllu saman. Fólk byrja að leita til mín í þjálfun 2013, ég ekki með neinn réttinda neitt, bara áhugann sko. Og þá ákvað ég sem orðin stúdent að tók einkaþjálfarann. Bara í rauninni ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera. Og þá náttúrulega fékk ég ennþá meiri fyrirspurnir að fá aðstoð mína. Og þannig í rauninni byrjaði boltinn að rúlla. Frá 2013 þá var það M-Fitness í rauninni til og boltinn byrjaði bara að rúlla þangað til. Núna M-Fitness er á 5 ára á næsta ári. En þessi íþróttavörulína, hvernig verður það saman til? Eins og ég segi þá, ég var uppalin í rauninni tísku. Mamma á fyrirtæki sem er bara tískufatnaður og sem stelpa fékk ég að fara með í ferðir erlendis og versla inn fyrir búðina og svona. Að það er rauninni kvikna áhuginn og ég alltaf íþróttagallan og mér langaði að búa til eitthvað töff út af því að ég var alltaf í íþróttafötum og mér fannst kannski einhvern veginn oft vanta eitthvað svona öðruvísi en samt smart íþróttaföt og þá hugsaði ég, mér langar að gera þetta, mér langar að búa til töff íþróttaföt, eitthvað öðruvísi, eitthvað sem ekki allir eru með og þegar ég sagði pappa þetta er mitt, þá var hann bara, já, ætlar þú að fara að gera íþróttaföt, einmitt. Þetta var einhvern veginn svo stórt og svo mikið að fólk einhvern veginn, það trúði enginn ég gæti þetta nema ég sjálf. Ég náttúrulega hafði alltaf trú á að ég gæti þetta. Ég er alveg, já, það vantar ekki bara sjálfstrausti. Það er í rauninni ekkert fyrr en bara ég fæ litla strákinn minn í hendurnar komið það var 2 ár síðan, það líður svo hratt. Þá einhvern veginn fekk ég svona smá reality check, ég var einstæð mamma bara með lítið barn, ekki með neina háskólamenntun. Ég bara, heyrðu, nú verð ég að fara að gera eitthvað. Og nú bara fer ég að elta draumana mína fyrir mig og til að sýna honum að það er allt hægt ef maður nennir að vinna fyrir hlutunum. Og þá byrjaði ég að skoða þetta. Hann var eitthvað, rúmlega ár síðan ég byrjaði svona fyrir alvöru. Þá bara opnaði ég tölvuna og byrjaði að googla bara, nú vantar mig bara aðstoð, nú vantar mig bara einhvern aðila til þess að vinna með mér, svo ég geti tekið þetta næsta skref. Og það var það sem ég gerði, ég fór að leita eftir aðilum til þess að sauma fyrir mig. Og hverjir eru samstarfsaðilarnir í dag? Ég er með fyrirtæki erlendis í Kína sem saumar fyrir mig. Ég hanna og fæ feedback frá þeim og efnisprufur og svo bara mæla og bara samvinna og ótrúlega skemmtilegt. En þannig að þú byrjar í þessu og ert ekki með í rauninni neitt grunn á fatasaumi eða fatahönnun eða neitt svoleiðis? Bara stútfullan koll hugmyndum. Leið og ég fæ einhver hugmynd, þá passaði mér bara að skrifa hana strax niður á blað eins og hugurinn fer yfirleitt að fluga á kvöldin og svo ég komin upp í rúm þá passaði mér alltaf að stökkva fram og rita niður svo ég geti haldið áfram að vinna með verkefni þegar ég vakna daginn eftir. En svo er þetta bara búið að vera þróunarferli, ég er búin að hanna fullt af vörum sem ég er alls ekki sátt með og mun aldrei koma til að færa framleiðslu En svo er þetta bara, já, eins og ég segi, bara pröfa og ég er rosalega pikki þegar kemur á föt, þannig að þetta er alveg strembið en ótrúlega skemmtilegt. Ég tók inn fyrstu sendinguna núna fyrir mánuði síðan, ákvað að byrja smátt því að kostnaðurinn er náttúrulega svolítið mikill að fara af stað með svona dæmi.
og hún bara, þetta flaug út, bara eins og heitar lummur og ég bara núna setja upp með ekki neitt, bara bíða eftir áfyllingu. Þannig að, já, eins og ég segi, þetta bara gengur vonum framar og eins og staðan núna er ég að bíða eftir áfyllingu á því sem ég hef hannað, en svo ég líka einn að hanna línu sem kemur út 2018. Já, það hefur margt gert hjá henni Maríu Lenu og M-Fitness síðan að þetta viðtal var tekið og fatalínan haldið áfram að stækka og tískan haldið áfram að breytast. En hönnun ekki bara í fötum, hún allt í kringum okkur, eins og til dæmis hér á þessari brú sem ég stend á núna, samkomubrúnni á Akureyri, og það einmitt næsta innslag sem við ætlum að kíkja á. Brú á göngustígnum meðfram Drottningarbrautinni á Akureyri hefur vakið athygli og umtal. Hún er nærri 90 metra löng og setur óneitanlega nokkuð sterkan svip á umhverfið, rétt eins og sjálfur stígurinn. Það var Arnar Birgir Ólafsson, landslagsarkitekt, sem hannaði göngustíginn og brúna. Nú eru liðin það bil 6 ár síðan Sigfús Karlsson, framkvæmdastjóri á Akureyri, kynnti hugmyndir sínar opinberlega gangstíg og brú á þessum stað. Við á N4 hittum þá félaga á brúnni. Já, má segja það að ég hef verið með þetta svona í maganum og kollinum í einhver svona 2-3 ár áður en að ég fékk aðstoð við að setja mínar hugmyndir á blað því að ekki ég nú með góða putta til þess að teikna. Þannig að ég leitaði til Arnars Birgis Ólafssonar, landslagsarkitekts og hann kom þeim hugmyndum bara ljómandi á blað. Arnar, þegar þú byrjaði þá svona að útfæra þetta í huganum, svona, þína fyrstu hugmyndir, hverjar voru þær brú hérna? Fyrstu hugmyndirna voru reyndar allan stíginn í heild sinni. Þannig að Sigfús beðið mig að teikna einhvern stíg sem væri ekki bara malbygg, heldur eitthvað timbur líka, bryggjur eða eitthvað slíkt, svona aðeins meiri rómantík. Þannig að ég fór í það að skoða bara Akureyri í heild sinni, labba fjörurnar og skoða bæinn. Og þá tók ég fyrst eftir því að það eru lenga fjörur eftir í bænum. Þannig að það kom inn snemma í ferlið að gera fjörur og bryggjur og þá er þessi brú hérna svona kjarninn í þeirri tillögu. Hérna á árum áður, voru væntanlega bryggjur á þessum stað? Já, hér og sérstaklega aðeins innar. Það var náttúrulega þegar að kaupstaðurinn var í mótun 1862. Að þá voru hér fjöldan af bryggjum hérna innar, þar sem að menn lögðu aflann sinn upp hjá hinum á þessum kaupmönnum, eins og segir í sögu Akureyrar. En nú er brúin svona orðin að veruleika, hún er rétt að verða fullbúin. Hvernig líst þér á? Þetta er glæsilegt, þetta er alveg stórkostlegt, ég verð að segja það. Þetta er eiginlega bara, þetta er eiginlega ótrúlegt að þessi hugmynd skuli hafa komist til skila, jafnvel eins og Arnar kemur til skila úr kollinum frá mér og niður á blað og í veruleika. Akkur er þessi sveigja á brúnni og akkur er hús á henni? Já, heyrðu, sveigjan, hún er kannski meira bara stígurinn er allir í sveigju. Þannig að hún er svona hluti af stígnum. Þannig að stígurinn kemur allir í heild bara áfram og brúin sveigir með stígnum í raun og veru. Og líka til að búa til tjörn hérna fyrir innan brúnna. Þess vegna höfum við sveigjina. En húsið hérna, það er eiginlega hugsað til þess að fólk geti staðið undir þaki í rigningu og snjókomu en notið samt návist þar við pollinn. Og búið til svona pínu rómantík í tengslu við samkomuhúsið og húsin í kring. En strax þegar þessar hugmyndir komu fram þá var talað að þessi brú, hún yrði í raun og veru bara kennileiti á Akureyri sem er staðreynd. Já, það er það sem er það góða við það. Ef við skoðum það þegar til dæmis eins og þegar skemmtiferðaskipin koma hérna, þá gangaðu göngustíg, ganga svo í gegnum hof, fljótið og svo hér og bara eins langt eins og þú vilt á göngustíg meðfram sjó. Þetta er eiginlega svolítið einstakt og á mörgum stöðum erlendis er það þannig og sérstaklega vestanhafs er það að þú þetta greiða aðgangseyri til þess að geta gengið á svona stöðum. En hvernig verður brúin þá á veturna, hvað með lýsingu til dæmis? Já, lýsingin, við lögum mikið upp á lýsinguna því að eins og með fjörustígin hérna kring, þar settum við lýsinguna svona ofarlega í forgang til þess að búa til skemmtilegt andrúmsloft og brúin er bara undir sama merki, þannig að það er lýsing undir handlistum og lýsing í póstum í brúnni sjálfri, í póstunum á handlistanum og eins undir þakinu líka. Þannig að á veturnar verður hún upplýst að verulega leyti en samt þannig að hún blindar ekki ökumenn en hún verður svona notaleg lýsing eins og á stígnum. Verður þetta þá svona LED-lýsing og hægt að skipta liti og svo framvegis? Já, einmitt, það verður sama bara system á stígnum. Það verður hægt að skipta liti á handlistum en ekki undir þakinu. Það verður svona ljós, hvít, gul birta.
Það greinilega vandaður viður í brúnni, hún á að standa. Já, það alveg morgunljóst að hún mun koma til með að standa í að minnst einhverju 150-200 ár, þannig að ef að menn fara að ræða kostnaðinn við þetta sem að ég skil vel að fólk vilji skoða, að ef þú deilir kostnaðinu niður á 200 ár þá þetta ekki mikið í afskriftatíma. En þegar að þú lappar bæinn og hittir bæjarbúa, það sem fólk hefur skoðanir á brúnni. Í mín eyru hafa sem betur fer komið eingöngu jákvæða skoðanir en vissulega ég skil vel líka neikvæðu skoðanirnar og fólk frjálst að hafa skoðun á þessu. En það sem skiptir öllu máli það að ég ræði svolítið mikið við hótelhaldara og gistiþjónustu aðila og þau eru með erlenda ferðamenn hér alveg hreint í massavísi eins og sagt og það bara þannig að þau koma úr göngutúrnum alveg uppnumin af þessum göngustíg meðal annars og brúnni. Hvað segir arkitektinn þegar þú segir fólki að þú hafi nú hannað þessa brú stoltur og sáttur við útkomuna? Ég mjög stoltur en ég segi ekki mörgum frá því. Samt yfirleitt reyni ég að leiðast með frá veggi með það en ég mjög stoltur af brúnni. Það stendur núna yfir nafnasamkeppni. Ertu komið með eitthvað nafn? Leikhúsbrúin var vinnuheitið það ekki? Jú, hún búin að heita Leikhúsbrún í raun og veru frá 2013-14 en ég hef ekki sterkar skoðanir á öðrum nöfnum en með því ég vænt það nafn, Leikhúsbrúin, af því hún hönnuð í tengslu við samkomuhúsið hérna fyrir aftan og stíllinn á brúnni svolítið miðari við gömlu húsin en það eru mörg skemmtileg nöfn í boði. Og þú ætlar væntanlega að ganga yfir brúna oft á ári? Já, og búin að gera það nú þegar og mun halda áfram að gera það og labba og hlaupa en þið skulle ekki taka mynd af mér þegar ég að hlaupa allavega. Það styttist vissulega í sumarið en það ekki alveg komið tími fyrir ströndina ennþá en það hins vegar komið tími fyrir auglýsingar. Í Listagilinu á Akureyri finnum við Gilið vinnustofur. Þar hafa margir hönnuðir og listamenn komið saman til þess að vinna. Nú við fjöllum samkomubrúna hérna áðan og svo samkomuhúsið hérna í bakgrunni. Það myndi halda að Akureyri væri staðurinn til að koma saman. Í staðinn fyrir að vinna hvert í sínu horni hafa nokkrir hönnuðir tekið saman höndum og búið sér til sameiginlega vinnustað í Listagilinu á Akureyri. Þar hafa þau hvert sitt rými til að vinna sínum verkefnum en geta líka snúið saman bökum og tekið sér stærri og viðameiri verkefni og unnið þau í sameiningu. Við komum saman áramótin síðustu 5 sem voru einyrkjar hvert í sínu horni heima, töluðum okkur saman, fundum þetta húsnæði og ákvaðum að slá til hérna. Og við byrjum hér í janúar, þurfum að rífa hér og hreinsa út, mála og rífa niður og byggja upp. Vorum hérna í 3 mánuði og 13. apríl, föstudaginn 13. apríl, þá opnuðum við hér með pomp og prakt og búin að vera hérna síðan. Og þetta eru hönnuðir, þetta arkitektastofu, grafískir hönnuðir, teiknarar, skrifarar og allt mögulegt í raun og vera þeir sem eru hérna. Og þetta heldur betur viðeigandi staðsetning? Já, þetta passa fínt og gott að koma þessari starfsemi einmitt í húsnæðið. Þurfum fleiri af þessu tagi hérna. Og það í Listagilinu? Og það í Listagilinu, einmitt nákvæmlega og hittir vel á líka því að nú listasafnið að opna og gott að gefa þessu smá púst allt saman. Hver eru kostinni við það að vera hérna saman að vinna heldur en að fá að vera í ró og næði heima hjá sér? Það eru ótvíræðir kostir. Það er ekki gott að vera einn heima hjá sér. Maður einangrast og maður þarf á félagsskap að halda. Þetta er félagsstarf að vera hönnuður. Maður þarf að fá feedback frá fólki, maður þarf að geta sýnt í það sem maður er að gera og fengi jákvæð eða neikvæð viðhorf. Og svo bara maður manns gaman að vera saman og svo náttúrulega það að við getum tekið á okkur stærri verkefni því að við erum að vinna að hönnun innan gæsalappa öllu sömun og höfum þann skilning á þessum sem til þarf þannig að við getum tekist stærri verkefni og einbeitt okkur af þeim þegar því er að skipta eða þá að við erum að vinna hvert fyrir sig. Gilið vinnustofur er regnhlífa samtök yfir þetta allt saman en undir því eru síðan hvert og eitt fyrirtæki sem er ýmist sjálfstæðir einstaklingar eða eins og í einu tilfellinu 2 saman sem eru með fyrirtæki. Þannig að það að vera saman er bara einu góða.
Getum við talað að hér gerist hlutinir daldið yfir kaffibóllanum, að sköpunum verði svolítið til þar yfir samtali? Hún verður það. Það eru mikla diskussjónir og miklar umræður og ræðuhöld og menn hafa skoðun á málunum og eiga að gera það. Við eigum að skipta okkur að hönnun almennt. Við eigum að skipta okkur að skipulagi bæjarins og hafa skoðun á hlutunum og ekki láta þetta svona bara dankast einhvern veginn. Það þarf að hafa skoðun á þessu. Það er skoðun hér í húsinu, það er alveg á hreinu. Brynhildur, segðu okkur aðeins frá þér svona sem hönnuði. Já, ég textil- og fatahönnur og hef líka unnið sem búningahönnur heilmikið. Já, ég er nýkomin hingað í Gili vinnustofur og var ógeðslega fínt að koma hingað. Vera í svona hóp með öðrum hönnum og arkitektum. Það er svona gott að eiga samtalið. Sigrún, hvað ert þú að vinna hérna núna? Heyrðu, ég er að vinna í glasamóttum sem ég ætla að pröfa að leysaskera, sem eru svona hæðalínur. Og ég er raun og veru bara að vinna í munstrinu sjálfu. Hvernig myndir þú skilgreina þig sem hönnuð? Ég er grafískur hönnuður og vinn mikið í því. En svo er ég að pröfa mig aðeins áfram með vöruhönnun líka. En með leysaskura vel og er að hanna vörur og sker út. Þið eru dúó? Já, við erum dúó og erum búin að vera þar síðustu 7 mánuði. Byrjum að vinna saman í fyrra þegar við tókum að okkur grafíska hönnun fyrir Akureyrarvöku og Jónsmessuhátíð og annar. Listasumari? Já, á vegum Akureyrarbæjar og ákvaðum svo að fara bara að vinna saman og skelltum í eitt fyrirtæki. Þið takið okkur þá alls konar grafísk verkefni eða hvers svona helstu verkefni hjá ykkur? Við höfum verið að vinna alls konar. Við höfum sett upp bækur, búið til logo, sett upp bæklinga, alls konar fána og ég veit ekki hvað húsamerkingar og gluggamerkingar. Þórhallur, þú þekkir nú tímana tvenna í þessum bransa? Já, það er ótt að segja það. Ég hef búin að vera í þessu, orðinn eldri en 2 vetur, get ég sagt. Ég útskrifaðist úr myndlistarskólanum 1995 og hef unnið við þetta bæði norðan og sunnan heiða. Núna í þó nokkur ár einn, en komin núna í þetta kombo eins og hefur komið fram, þá þetta bara frábært og mikil inspirasjón og kraftur sem að losna úr læðingi hérna í sambýlinu. Þekkir að vinna á alls konar stofum, þekkir að vinna einn. Er þetta leiðin? Klárlega fyrir einyrkja að komast í eitthvað svona sambýli með öðrum sem eru í skapandi greinum því að það gefur inspirasjón, þar hættu því að daga bara hreinlega uppi faglega með því að vera einn. Þú ert með stúdíó Vast. Hvaða verkefni er þú helst að fást við? Ég er að vinna líka sem grafískur hönnuður en svo 5 hérna af okkur, sem sagt ég er af 5 manna grafískur hönnum og ég er líka bara eins og margir að vinna fyrir viðskiptavini, bara hanna útlit, ýmsu, logo, merkingar og ýmislegt. Og svo er ég að reyna að skapa eitthvað mitt í leiðinni. Þá ég hef rosalega mikið áhuga af letur og listritun og ég er mjög mikið að teikna og svona skrifa og spá í tungumál og orð og ýmislegt svona. Þannig ég er bara að reyna að búa til eitthvað skemmtilegt úr því. Línuland, ertu til að segja okkur aðeins hvað það er? Já, Línuland var það eiginlega bara til þegar ég kom inn á vinnustofunar og það var eiginlega bara svona Árni hérna, hans þyrfti að vera eitthvað nafn og verið skemmtilegra og svona hálfpartinn kom með þessa hugmynd og við bara fórum bara svona, neldum það bara. Hver er svona þín helstu verkefni sem hönnuður? Ég er semst teiknari í húsinu, svona illustrator og er bara aðalega semst að teikna svona sérpantanir og svona nokkur verk sem að ég sjálf að gera og teka með svona einstaka verkefni í grafíkinni. Þjónar hönnun einhverjum tilgangi? Gerir þetta allt saman upp að gagn? Ef einhver getur svarað því játandi þá lítur það að vera Magnús sem að hannar húsgögn undir merkinu Gagn á Sauðárkróki. Magnús Freyr Gíslason hafði ekkert sérstaklega mikinn áhuga á skólabókunum sem ungur drengur á Sauðárkróki. Vandinn var þó ekki að hann gæti ekki lært. Þvert á móti, hann þurfti einfaldlega á meira skapandi umhverfi en hinn hefðbundna námskrá bauð upp á til að sjá tilgang með því sem hann var að læra. Beina framhaldi því þá flytjum við til Reykjavíkur og ég klára stúdenta hönnunar- og listnámsbraut í Iðnskólanum í Reykjavík og þaðan beint út til Kaupmannahafnar.
þar sem ég klára master í arkitektúr. Það gekk allt mjög vel eftir að ég sá að það var eitthvað tilgangur með náminu og svona og gengur mjög vel í öllu námi eftir það sko. Og þú ferð þarna og lærir fyrst arkitektúr í Danmörku og síðan húsgagnasmíði. Já, ég kláraði það ekkert. Það byrja ekkert í húsgagnasmíðinu fyrir en ég er búinn að vinna sem arkitekt í örugglega 5-6 ár sko. Og var bara svona komið eitthvað erðarlegs í mann sko og langaði að fylgja hönnuninni alveg í útfærslu. Hafa eitthvað með að segja hvernig hluturinn á endanum lítur út sko og hvernig hann virkar. Í staðan fyrir sem arkitekt bara að afhenda blaðabunka og 1,5 ári síðar eða eitthvað þá sérðu eitthvað byggingu sem svona hefur svipuð einkenni á það sem þú teiknaðir en kannski ekki alveg nákvæmlega eins og þú hafði séð fyrir það sko. Magnús var í fínni vinnu sem arkitekt í borginni en fann hjá sér aukna þörf til að negla betur niður ýmis útfærsluatriði í sinni hönnun. Hann vildi geta teiknað það sem yrði síðar byggt. Þessi þörf hans var á endanum til þess að hann flutti aftur heim með fjölskylduna á æskuslóðurnar á Sauðárkróki. Byrjaði í rauninni bara sem djók fyrst sko. En svo þegar við vorum farin að hugsa þetta af einhverju alvöru þá fór maður svona meta hvað er að versta sem getur gerst. Sko í versta falli þá kem ég aftur við skrifborðið sem miklu betri arkitekt út frá þeirri reynslu og því sem ég er búinn að læra sko. Þannig að þegar allt kom til aðs þá var þetta ekkert enginn á þetta. Svo kemur bara í ljós að hér er snillt að vera og öllum líður vel og ekkert farast niður á okkur sko. Og hér hefur verið líka nóg rými til þess að vinna og vinna þinni sköpun. Já, það hefur erfitt að koma sér upp svona stöði í bænum sko. Eiginlega bara ógeðlegt, allavega fyrir ungt fólk sko. Það unga fjölskyldu. Og það hefur skilað sér í núna nokkrum vörum undir merkinu Gagn. Já, og við stofnaðum bara fyrirtæki kringum hönnunina og smíðarnar og hefur bara fengið fína viðtökur sko. Og þú ferð og bætir við þig enn frekar og lærir eins og þetta handbragð í stólunum að flétta. Já, það var bara einhver della sem ég fékk sko og langaði að vinna með í okkar hönnun og fór út til Danmerkur einhvers staðar lengst út á Jótlandi og inn á verkstæði þar og lærði að flétta sem sagt setur í stóla. Maður hefur svona séð tendensinn á Íslandi allavega til þess að bara losa sig við stólana þegar setan er slöpp eða eitthvað svona. En Dan gerir það ekkert sko, hann bara sendir það bara á næsta verkstæði og lætur flétta það upp á nýtt og það var eins og nýir með og við erum samt með sína patínu og allavega sögu sem að borðstofastólu með öðrum erfðagripum getur fyllt sko. Hönnun er mjög víðtækt hugtak sem snertir á með mörgum mismunandi flötum. Það er eitt að hanna hlut en síðan annað að hanna ímynd í kringum hann. Man getur náttúrulega leitað til ykkur að sjá ímyndina sko og vinna markaðssetningu og allt þetta en í gegnum hönnunarnámið og vinnuna þar á eftir sko þá fær maður bara þessi verkfæri til þess að treysta sér í það að bara kasta sér út í þessa vinnu sjálfur og það bara einhvern veginn, þú veist, það verður kannski ekki alveg 100% eins og ef það hefur keypt á 4 milljónir af einhverju auglýsingastofu eða eitthvað en það er allavega þitt og þú lendir á einhverjum áskorunum í þessari vinnu sem skila sér áfram svo kannski í næsta verkefni og lærir endalaust ef þú bara kasta þér út í það og það er það sem við höfum reynt að gera að bara svona allavega prófa hlutina sjálf fyrst og sjá svo hvernig. En það er líka bara eins og hönnun almennt, hönnun er ferli og þú getur lent á vegginn þar og ákveðnum áskorunum en það er partur af ferlinu og stundum er líka bara til að það sjáist. Já, mér finnst það, ég held að maður að skoða hönnun hjá öðrum sko, þá finnst mann er ferli sko áhugaverðara en sjálf varan, eða allavega fyrir mig sem hönnuð, þá finnst mér það. Út af því að það er lífssaga hlutarins sem kemur svo út í búð og þetta er mjög erfið vinna í rauninni sko og miklu meiri vinna
að sjóða niður einhvern hlut sko í beinagrindina heldur en að margir halda. Og það er endalaust hægt að bæta við og dúllur hér og einhver bogi hérna. En allavega það sem fangar mitt auga er eitthvað sem er alveg bara svona akkurat það sem það þarf að vera og ekki mikið meira en það. Hönnunarvinnan er í rauninni, þú veist, það að teikna og smíða, horfa á hlutinn, horfa á hlutvöllinn og sjá hvernig þú getur soðið hluti niður í bara essensin, sko. Allavega það ferli okkar þessa dagana, sko. Þú ert ekkert á leiðinni aftur suður allavega eins og staðan er í dag? Nei. Það er bara ómögulegt í rauninni. Ég gæti það í rauninni ekki ef ég ætla að halda áfram með fyrirtækið og svona ef ég myndi bara fara að láta einhvern annan smíða fyrir mig, sko. Þannig að það er ekkert sem við ætlum að gera á næstunni. Og svo er líka bara allt aðri möguleikar hér, sko, fyrir utan að geta fengið húsnæði og boðleiði miklu styttri og þú getur fara að tala við sögugíslanir á verkstæði og spurt hvort ég megi smíða eitthvað hjá þeim og það er bara ekkert mál og svo til dæmis fyrir þetta ár hjá okkur þá er það sem gerði það mögulegt að ég gat einhent mér í þetta og verið sjálfstætt starfandi. Það er í rauninni, við fengum styrk frá SSNVAF sem svolítið vænan styrk, sko, sem bara gerði það að við þurftum í rauninni ekki að hafa stóra fjárhagslegar áhyggjur og gátum bara einbeita okkur að verkefninu, sko. Það er alveg ljóst að hönnun er til margs gagnleg og klárlega eitthvað sem við eigum að hafa skoðun á og skipta okkur að. En það var ekki fleira í þessum þætti og ég vona að þið séu einhver vísari gildi hönnunar fyrir samfélagið.